Góðan daginn, ég heiti Jóhanna Runólfsdóttir og ætla að kynna rannsókn mína sem var lokaverkefni mitt til meistaraprófs í menntunarfræði leikskóla, þar sem ég rannsakaði viðhorf leikskólastarfsmanna til málefna barna sem hafa íslensku sem annað mál. Og leiðbeinandi minn var Sigríður Ólafsdóttir og meðleiðbeinendur Jóhanna Thelma Einarsdóttir og Katrín Margrét Krog. Og sá fræðilegi bakgrunnur sem rannsókn mín byggir á í stuttu máli sú að rannsóknir sýna, sem gerðar hafa verið á Íslandi, að íslensk börn á leikskólaaldri sem eiga annað móðurmál en íslensku, og hér eftir þá kalla ég þann hóp íslensk 2 börn, þessi hópur af börnum tekur litlum framförum íslensku yfir öll leikskólaárin, þó að þau dvelji í leikskólanum flest öll 8 tíma á dag, 5 daga vikunar frá 2 ára aldri. Og erlendar rannsóknir hafa einnig sýnt, sem hafa rannsaka ung tvítyngd börn, að lítil eða engin tengsl á milli færni í tungumálunum, sem sagt í móðurmáli og svo öðru tungumáli. Og færni í hvoru máli fyrir sig byggist á þeirri málum sem börnin fá í því tungumáli. Það er að segja að því meiri málurinn sem barn fær í íslensku, þeim mun meiri færni öðlast barnið í íslensku. Og þá næst að markmiðum rannsóknar minnar, en nú hér búin að skipta þeim hér í 4 hluta. Og í fyrsta lagi var markmið að kanna hvað þætti málarunar íslenska 2 barna starfsmenn leikskóla telja vera mikilvæga. Í öðru lagi var að fá skýrari mynd af viðhorfum og faglegu sjálfstrausti starfsmanna til málarunar þessa barnahóps. Og í þriðja lagi var markmið að kanna hverjar væru helstu áskoranir við að sinna málörvun þessa barnahóps í íslensku. Og í 4. og seinasta lagi var markmið að kanna hvort menntaðir leikskólakennarar telji sig að hafa fengið nægan undirbúning í háskólanámi sínu til að sinna málörvun íslenska 2 barna í íslensku. Og því næst að aðferðinni, en ég sendi rafræna spurningakönnun á 160 netföng allra starfsmanna sem sinna uppeldi og menntun barna í leikskólum í sveitarfélaginu Árborg. Og mér bárust svör frá 70, þannig að svarhlutfallið var 44%. Og það kom ekki óvart að þetta voru 69 konur og 1 karl. Menntunarstig þáttakenda var mjög breytilegt. Flestir, eða 35% höfðu enga háskólamenntun. Þar á eftir voru þátttakendur sem höfðu leikskólakennaramenntun og háskólastigi, eða 33%. Því næst komu þátttakendur sem höfðu háskólamenntun tengda uppeldi og menntun, uppeldis- og menntunarfræðingar, grunnskólakennarar til dæmis, og síðan voru 13% sem höfðu aðra háskólamenntun. Þannig eins og ég sjáu það er þetta mjög breytilegt. Hérna er þetta flokkað í 4 flokka, ég var með þetta í fleiri flokkum, en hérna er ég búin að taka þetta saman. Já, og svo koma hér niðurstöðurnar, fyrstu rannsóknarspurningunni, sem var hvaða þætti málurinn íslenska 2 barna telja starfsmenn vera mikilvæga. Og niðurstöður sýndu að yfir 90% þáttakenda taldi samskipti og málörvun með áherslu á íslenskan orðaforða mikilvæga þætti í málörvun þessa barnahóps. En það vakti athygli þegar þátttakendur voru beðnir að raða þáttunum niður hvað væri mikilvægasti þátturinn. Þá voru aðeins 8% þáttakenda sem röðuðu orðaforða sem mikilvægasta þætti í málörvun þessa barna. Og svo var einnig áhugavert að 68% þáttaka töldu að mikilvægt væri að íslensk 2 börn fengi málörvun í móðurmálum þeirra. Og 12% taldi málörvun í móðurmálum mikilvægasta þátt málörvunar íslenska 2 barna. Og síðan kannaði einnig hve langan tíma þátttakendur áttu samskipti, eða töldu sig eiga samskipti við börnin.
Og þar sýndu niðurstöður meðal annars að starfsmenn sem höfðu leikskólakennaramenntun á háskólastigi töldu sig í raun eiga minnst samskipti við þennan barnahóp og tæplega 50%, 46,2% töldu sig eiga samskipti við hvert barn í 0 til 10 mínútur á dag, sem var áhugavert að sjá hve lítið það var. Og ef við skoðum þá aðra rannsóknarspurningu sem var hver eru viðhorf starfsmanna til málefna íslenska 2 barna og hvert faglegt sjálfstraust þeirra, þá sýndu niðurstöður að helmingur var frekar mjög sammála því að þessi barnahópur fengju almennt næga málörvun í íslensku í leikskólanum, þannig að helmingur var, aðeins helmingur. Og meiri hluti þátttakenda taldi mikilvægt að íslensk 2 börn fengju málörvun í móðurmálum sínum í leikskólanum. Þannig að, og helmingur þáttakenda, 50%, hafði lítið faglegt sjálfstraust varðandi málörvun barna sem hafa annað móðurmál en íslensku. Og hér koma niðurstöður úr 3. rannsóknarspurningu sem var hverjar eru helstu áskoranir við að sinna málörvun þessa barnahóps í íslensku, og þar sýndu niðurstöður að meira en helmingur taldi sig ekki geta stutt börnin við að efla íslenskufærni sína eins og þeir helst vildu, og mjög hátt hlutfall þáttakenda með leikskólakennaramenntun, eða 80% þeirra taldi sig ekki geta stutt börnin eins og þau vildu. Og helstu ástæður, helstu 3 ástæður voru þær að það væru of mörg börn á hverri deild, of fáir starfsmenn á hverri deild og skortur á faglegum stuðningi. Og síðan að 4. rannsóknarspurningunni og niðurstöðum úr henni, sem var telja menntaðir leikskólakennari sig hafa fengið nægan undirbúning í háskólanámi til að sinna málörvun íslenska 2 barna í íslensku. Og þar sýndu niðurstöður að tæplega helmingur, eða 46% þátttakenda sem höfðu leikskólakennaramenntun á háskólastigi taldi sig ekki hafa fengið nægan undirbúning í náminu til að sinna þessu málörvun og það í íslensku hjá þessum barnahóp. Og 35% þáttakenda taldi að samstarfsmenn þeirra sem höfðu þá leikskólakennaramenntun á háskólastigi hefðu heldur ekki fengið nægan undirbúning til þess. Og ef við skoðum aðeins þessar niðurstöður, þessar helstu niðurstöður sem ég er búin að kynna hér í dag, þá má í rauninni segja að þær segja okkur að það sé ákveðið stefnuleysi og óöryggi meðal starfsmanna leikskólana, og við þurfum að leita leiða til að starfsfólk leikskóla sé samtaka og betur upplýst hvað þætti skipta í raunverulega sköpum í málörvun íslenska 2 barna. Og eins og ég sagði hér í byrjun að rannsóknir hafa sýnt að því meiri málörvun í íslensku sem þessi börn fá, þeim mun meiri íslenskufærni öðlast þau. Og að rannsóknir hafa einnig sýnt að það eru lítil tengsl á milli móðurmáls og annars máls hjá ungum börnum. Og því ætti málörvun í móðurmálum barnanna ekki að vera áhersluatriði samkvæmt rannsóknum, eins og virtist vera hjá stór hluta þáttakenda, lagði áherslu á málörvun í móðurmáli. Og að mínu mati og þess að niðurstöður segja að fjármunum sé í raun betur varið að mennta og efla starfsmenn leikskóla á sviði málörvunar í íslensku en að stefna að málörvun í móðurmálum þessa barnahóps. Við þurfum að leggja áherslu á íslenskuna. Það er að mikilvægasta. Svo að þessum börnum líði vel og geti stundað nám í grunnskólum og framhaldsskólum. Og þessar niðurstöður þýða í raun að, eins og niðurstöður sögðu, að fagmenntaðir starfsmenn, þeir sem höfðu háskólakennaramenntun,
þeir vörðu sem minnstum eða töldu sig verja sem minnstum tíma með þessum börnum að þetta kallar í raun á breytt skipulag í starfi leikskóla þannig að fagfólk innan leikskóla verji meiri tíma með þessum barnahóp. Og niðurstöðurnar segja okkur einnig að það vantar meiri fræðslu og betri stuðning við allt starfsfólk leikskólana til að sinna þessu. Og eins og íslenskar rannsóknir hafa sýnt, þá er góð íslenskukunnátta lykillinn að góðu gengi í grunn- og framhaldsskóla eins og ég sagði hér áðan, reyndi að segja hér að framan. Og þess vegna er mikilvægt að fræðsluyfirvöld sveitarfélaga setji sér skýra stefnu markvissa málörvun íslenskra tvöbarna í íslensku í leikskólum ef að við viljum að þessi barnahópur geti staðið sig vel í grunn- og framhaldsskóla. Og að lokum þá má í raun segja að þetta séu skýr skilaboð til háskólanna og menntamálaráðuneytisins að bæta og auka þurfi áherslu á íslenska málörvun barna sem hafa íslensku sem annað tungumál í menntun leikskólakennara. Þannig að þetta er svona, þetta er raun og það sem þessar niðurstöður segja okkur. Nú er ég alveg að renna út af tíma, þannig að ég held að ég þakki bara kærlega fyrir mig. Það var gaman að taka þátt í þessu þótt þetta hafi verið rafrænt. Takk fyrir.